Komið í sæl, Björn Ívar hér, skákennari. Í þessu myndbandi ætla ég að fara með ykkur yfir örlítið flóknar útgáfu af andspæninu. Við höfum skoðað andspænið áður og í þessari stöðu ætlum við að skoða örlítið mismunandi, örlítið öðruvísi útgáfu af því. Hvítur peð yfir hér í endtafli og hann vil endilega að koma kóngnum sínum fram fyrir peðið sitt til þess að styðja það í að komast upp í borð. Hvað gerir til dæmis ef hvíti kóngurinn fer á D3? Hvernig svarar svartur því? Jú, svartur getur hirt andspæni í þessari stöðu. Hvernig getur hann gert það? Hann leikur kóngur D5 og í þessari stöðu hefur svartur andspænið, hvítur verður annarkvort íta peðinu sínu áfram eða fara með kónginn til hliðar og þetta enda með jafntefli. Hvað hvítur að gera í staðinn? Jú, hann getur farið hinum með peðið sitt. Svartur verður eiginlega að komast fram fyrir peðið, þannig að hann leikur kóngur D5 og þá kóngur B4. Og nú svartur eiginlega í hálfgerðri leikþröng, hvítur að komast fram fyrir peðið sitt eins og hann vill. Við getum sagt að svartur leiki kóngur C6, þá nær hvítur andspæninu með kóngur C4. Munið eftir því, kóngarnir standa á móti ykkur öðrum, þá á sá sem að var að leika, hann búinn að ná andspæninu, sá sem á leik, hann verður að forða sér og peðið getur vaðið upp í borð. Svartur hefði eins og að geta lagt smá geldur fyrir hvítan. Í þessari stöðu hér hefði verið jafnvel eðlilegra fyrir svartan að leika kóngur D6 vegna þess að ef hvítur er að flýta svona mikið og leikur kóngur C4 þá getur svartur hirt andspænið með að leika kóngur C6 og nú er það hvítur sem verður að fara í kónginn sinn en svartur mætir honum alltaf og heldur andspæninu og þess staði jafntefli. Það er aldrei merkilegt. Hvað hvítur getur gert betri í þessu? Þetta er nú að leika kóngnum á C4. Hann getur leikið kóngur B5 og hvítur heldur vinn í stöðunni sinni. Peðið reiðist áfram. Leið og svartur fer hingað og tekur hvítur andspæni hér og ef svartur heldur sér hérna þá bara einfallega fylgir kóngurinn peðinu og svo fer hvítur að víta peðinu áfram. Þetta vinnur hvítur mjög þægilega. Takk fyrir þetta.